Götumálarinn, það Þórarinn Leifsson. Þetta svolítið ólíkindaleg bók. Þetta svona down and out in Spain and Morocco eiginlega. Og Þórarinn náttúrulega teiknari upprunalega og það er þessar frábæru teikningar hans eru hérna og undan hverjum kafla. Hann var rótlaus ungur maður og þvældist með flækingum á Spáni og í Marokko, lenti í ýmsu og vann fyrir sig sem götumálari og það er enda mjög heillandi lýsingar á myndunum sem hann að mála á göturnar. Það við erum hérna með forsíðu að hann málaði risastóra mynd af Humphrey Bogart á torg í Strasbourg en þetta er svona ungur maður sem er í hérna og maður hefur á tilfinningu að hann hafi komið inn í heim sem hann hefði getað tortímt honum. Hann hefði getað farið, hann hefði getað sokkið maðurinn er lífsættur en svo bjargast hann og ég man nú eftir Þórarni frá þessum tíma hann var dálítið svona vilt ungmenni. Þetta er Grikklandsár. Þetta er 19. árið. Já. Og maðurinn fer sem sagt suðurhluta Spánar og í norðurhluta Afríku og er þar nánast útigangsmaður með útigangsfólki þar sem að veik og hörð eiturlyf eru fljótandi. Og hann lifir það af. Já, hann lifir það af. Þetta er rosalega harður heimur sem hann er að lýsa og óvægin og það endar með því að mammans og systir hans gera sér ferð til að ná í hann. Það er náttúrulega vel þekkt úr munnmæla sögum Já, Reykjavíkur góðu konur Inga Huld og Aldalóa. Já, hann hann segir þetta í mjög fjörlegum og skemmtilegum stíl. En háskinn og hættan er þarna alltaf undirliggjandi. Og þarna allt fullt af litríkum karakterum en alveg stórhættulegum líka. Og þetta í rauninni mjög ævintýraleg saga og þegar maður les maður finnur alveg hann getur sagt miklu meira en hann segir. Stundum segir hann í nokkrum línum já ég fór þetta og þetta og maður finnur að hann hefði getað sagt haft þetta miklu lengri bók. Og ég er ekki að skammast yfir því. Ég held að hún sé hann hefði rauninni ekkert átt að hafa hana mikið lengri. Og ég velti því aðeins fyrir mér að því hann segir svo skemmtilega frá og það er gaman að lesa þetta að öll þessi lífshætta og hvað hann var í rauninni hætt komin einhver kann að finnast að það skili sér ekki fullkomlega. Mér fannst ég alveg skynja það samt á baki textana en þetta er bók sem er bara mjög gaman að lesa. Hún er fjörlega skrifuð, hún er skemmtileg og hún er ævintýrarík. Og ég get ímyndað mér til þess að unglingar hefur mjög gaman að lesa. Hún er líka falleg, það er það sem við erum að tala fallega bækur. Þetta er fallega gerð bók. Náttúrulega myndirnar hans Tóta eru með afbragð skemmtilegar. Það sem náttúrulega líka með hann er það að hann er ágætur stílisti. Og hann hefur mjög fína, það verður hins vegar einhverjum þegar maður er komin yfir svona miðjasöguna, þá fer þetta líf eins og hann er að upplifa það líka, það fer að verða endurtekningasamt. Hann alltaf kemst að því á endanum að þetta er hundleiðilegt. Þetta er hundleiðilegt að vera flækingur og eiga aldrei penning og sofa. Og svo náttúrulega reynir hann að fara aftur og það er ekki hægt. Nei. Þetta er bara þessi tími, þessi 5 eða 6 mánuði sem að hann upplifir þetta. Þetta er hörð vinna að vera í þessu líka. Já. Síðan þannig að frelsið í þessu reynir svona að vera kannski dálítil tálsýn. Algjör. Já.